Ég heilsa ykkur öllum í Jesú nafni. Ég er með nokkur orð hérna. Það er ekki auðvelt að játa fyrir sjálfum sér og öðrum að hafa brugðist. Og það er sárt að bregðast þeim sem við elskum. Og það hefur afleiðingar. En fyrirheit Guðs bregðast okkur ekki þegar við hlýðum boði hans. Í Sálmi 50 og versi 15 segir: Ákalla mig á degi neyðarinnar og ég mun frelsa þig, segir Drottinn, og þú skalt vegsama mig. Sá dagur enn í fersku minni mínu þegar hjarta mitt hrópaði til Drottins. Ég hafði gengið of lengi í ósigri og óhlýðni við frelsara minn Jesú Krist. Óhjákvæmileg afleiðing breytni minnar kom skyndilega og óvænt. Haustið 2003 urðu tímamót í lífi mínu þegar að Guð leysti þau bönd sem bundi með höfðu áfengi og tóbaki, en ég kynntist ungur á árum þessum efnum sem urðu mér síðar fjötur fót. En þegar ég er 33 ára gamall eignast ég trú á Jesú Krist og frelsast og náði að hætta allri óreglu í nokkur ár. En svo kom lítil sprunga í trúalífið sem stækkaði svo hægt og rólega þangað til ég var orðinn sami óreglumaður og ég hafði áður verið. Þannig liðu of mörg ár og ástand mitt og hegðun fór stöðugt versnandi. Einmitt í þeim kringumstæðum verði ég fyrir þungu áfalli sem setti líf mitt úr skorðum. Sorg og sársauki þrýstu mér niður, en hjarta mitt hrópaði til Drottins. Og ég iðraðist sárlega heimsku minnar og hálfvelgju, því að innst inni í djúpi hjartans þráði ég að vera hans að fullu og öllu. En ég þurfti að reka mig illa á til þess að átta mig á því að ég átti í baráttu við máttug öfl. Nú var mér ljóst að frá náðarfaðmi Drottins myndi ég aldrei fara aftur. Jesús Kristur, frelsari minn, er undursamlegur Drottinn og Faðir. Hann heyrði iðrunarbæn mína og veitti mér náð sína og miskunn. Og ég vissi að ekkert í þessum heimi gat komið í staðinn fyrir náð hans og miskunn. Að fáum dögum liðnum var mér ljóst að ég stóð á tímamótum. Alger breyting hafði orðið í lífi mínu. Núna þráði ég Jesú og allt það sem tilheyrir honum meira og á annan hátt en ég hafði áður gert. Og mér var ljóst að ég hafði eignast nýtt líf með frelsara mínum, Kristi. Ellen G. White segir í bók sinni Þrá aldanna á blaðsíðu 319: Það er trúin sem gefur okkur samband við himinin og færir okkur styrk til að standast ásókn myrkrar aflanna. Í Kristi hefur Guð gefið okkur það sem til þarf til þess að bæla niður sérhverja syndsamlega tilhneigingu og standast hverja freistingu, hversu sterk sem hún er. En mörgum finnst á vanta trú og þess vegna eru þeir fjarlægir Kristi. Þeir þurfa í umkomuleysi sínu og óverðskuldun að varpa sér í náðarfaðm hins miskunnsama frelsara síns. Líttu ekki á sjálfan þig, heldur Krist. Hann sem læknaði sjúka, rak út illa anda meðan hann gekk á meðal manna, er hinn sami
voldu í frelsari enn í dag. Trúin kemur fyrir orð Guðs, þigðu þá fyrirheit hans. Hann sem kemur til mín mun ég alls eigi brottreka, segir Drottinn. Jóhannes 6:37. Varpaðu þér fyrir fætur hans og hrópaðu, ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. Þú getur aldrei glatast ef þú gerir það. Aldrei. Tilvitnun lýkur. Og að lokum frá fyrsta Jóhannesarbrefi, sjáu hvílíkan kærleika Faðirinn hefur auðsýnt oss, að við skulum kallast Guðs börn og það erum við. Heimurinn þekkir oss ekki vegna þess að hann þekkti hann ekki. Þér elskaðir, nú þegar erum við Guðs börn og það er ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir, því að við munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans, hreinsar sjálfan sig eins og Kristur er hreinn. Fyrsta Jóhannesarbréf 3:1-3. Amen. Takk ykkur fyrir.